og okkur langaði aðeins að fjalla nýju stjórnarskrána sem hefur verið mikið í umræðunni upp á síðkastið og hingað eru komnar til mín 3 góðar konur sem ætla að fræða okkur aðeins hvaða þýðingu nýja stjórnarskráin hefur fyrir fólk sem býr við fátækt. Og það eru Katrín Oddsdóttir, Helga Vala Helgadóttir og Halldóra Mogensen. Og já, ég ætla kannski að byrja á þér, Katrín, af því að þú ert nú svona nafnið sem poppar fyrst upp í hugan þegar við tölum nýju stjórnarskrána. En viltu kannski aðeins segja okkur, já, reyna að byrja á að... Ég vil það, já, ég vil það svo sannarlega. Ég sko, ef maður hugsa nýju stjórnarskrána og rétt fólks til þess að lifa utan fátæktar, þá náttúrulega Góðan daginn. Í tilefni af 17. október þá höldum við áfram með dagskrá á samstöðinni, EAPN, European Anti-Poverty Network á Íslandi. Erum að fjalla fátækt í dag, það er alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt og okkur langaði aðeins að fjalla nýju stjórnarskrána sem hefur verið mikið í umræðunni upp á síðkastið og hingað eru komnar til mín 3 góðar konur sem ætla að fræða okkur aðeins hvaða þýðingu nýja stjórnarskráin hefur fyrir fólk sem býr við fátækt. Og það eru Katrín Oddsdóttir, Helga Vala Helgadóttir og Halldóra Mogensen. Og já, ég ætla kannski að byrja á þér, Katrín, af því að þú ert nú svona nafnið sem poppar fyrst upp í hugan þegar við tölum nýju stjórnarskrána. En viltu kannski aðeins segja okkur, já, reyna að byrja á að... Ég vil það, já, ég vil það svo sannarlega. Ég sko, ef maður hugsa nýju stjórnarskrána og rétt fólks til þess að lifa utan fátæktar, þá náttúrulega erum við að hugsa bara grundvallar mannréttindi, augljóslega. Og það bara að við séum í alvörunni í þeirri stöðu sem samfélag, þessi litla þjóð með þessar miklu auðlendir, að þessi börn og kynslóðir hreinlega alast upp í fátækt á Íslandi er óboðlegt og hræðilegt. Og það er ekki hægt að segja, já, nýja stjórnarskráin mun leysa þetta mál með því að smella fingri. Það er bara ekki satt og það er bara ekki rétt og það er ekki sanngjarnt. En það er eins og ótrúlega margt í nýju stjórnarskráni sem ég held að myndi auka verulega líkurnar á því að við gætum tæklað þetta vandamál saman sem þjóð. Og þá getur maður bara fyrst kannski byrja að tala sjálf aðfara orðin, af því að þessi stjórnarskrá, þessi nýja, hún byrjar með svona ákveðnu leiðarstefi og setur svolítið svona tónin það hvernig land við viljum vera. Stjórnarskráin sem við erum með í dag, þessi gamla sem var smíðuð fyrir allt annað ríki á einhverju konungsöld, hún er auðvitað ekki með neitt slíkt, en í nýju stjórnarskráinni þá byrjar textinn þannig að hann hreinlega tiltekur að við viljum öll sitja við sama borð. Og þetta er svona kannski bara einhver myndi segja að þetta er nú bara einhver hástemmd stefnuyfirlýsing, en þetta er það ekki. Þetta er ákveðin fullyrðing það að okkur langi til að sitja öll við sama borð og við viljum gera allt sem við getum með lögunum okkar til þess að ná því markmiði. Þannig að strax í fyrstu klausunum í þessari stjórnarskrá þá er búin til þetta markmið sem ég held að skipti verulegu máli. Svo heldur stjórnarskráin bara áfram og við erum búin að víxla köflunum með þá sem er gild í dag með því að setja mannréttindin fremst af því þau eru mikilvægust og þá fyrir við að tala hluti eins og til dæmis að allir eigi rétt á viðeigandi og fullnægjandi heilbrigðisþjónustu og annað sem skiptir verulegu máli með við efnahag hjá fólki. Maður veit alveg að sumir eru bara hreinlega hafa ekki efnaði að leita sér lækninga á Íslandi sem er ógeðslegt og þá festistu bara í enn meiri gildru því þú verður veikari en þú þarft að verða því þú átt ekki efni á því að fá aðstoð sem að vera svo í boði fyrir þá sem er peninga. Þetta er náttúrulega bara galið.
Og svo það kannski svona aðalgreinin sem ég held að myndi geta skipt verulegu máli, svo skal ég ljúka máli mínu svo ég sé ekki hérna eins og okkur einráður hérna, en það grein númer 22 sem fjallar félagsleg réttindi og ef ég má ég lesa hana? Ok, æði, fallega lesa hana. Hún segir, öllum skal með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis. Og svo segir hún, öllu sem þess þurfa skal tryggður í lögum réttur til almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar, svo sem vegna atvinnuleysi, barneignar, elli, fátæktar, fötlunar, veikinda, örorku eða sambærilegra aðstæðna. En þetta búið að tilgreina fátækt sérstaklega inn í greininni sjálfri og greinin bara til þess að tryggja þennan sjálfsagða rétt sem að sjálfsögur einasta manneskja sem býr á Íslandi á að eiga til lífsviðurværis og félagslegs öryggis. Og ég held að fólk í dag sem býr við fátækt á Íslandi skorti akkurat þetta tvennt. Þannig að ég held að þessi stjórnarskrá taki gildi, þá getum við búið til fullt af öðrum lögum sem grundvallast á það akkurat þessu ákvæði sem byggja undir kerfið sem ég held að náttúrulega allir á Íslandi sem sammála við viljum hafa. Þú finnur örugglega enga manneski í Íslandi sem segir en ég styð fátækt, þú veist, þetta bara fráleitt, við þurfum bara að laga þetta. Ég hef lokið máli mínu að sinni. Takk fyrir kærlega. Ég held að ef einhver var í vafa þá held ég að þetta hefði verið bara mjög góð meðmæli með nýju stjórnarskránni. En mér langaði kannski aðeins, Halldóra, þú hélst erindi á málþingi hjá okkur, hjá EAPN fyrir, held ég, 3 árum eða eitthvað svoleiðis, borgaralaun. Þá héldum við smá málþing borgaralaun og mér langaði bara aðeins að svona rifja upp. Nú svona guaranteed minimum income sem svona, það kannski ekki alltaf það sama endilega og borgaralaun en þetta svolítið, getur þú skýrt aðeins út fyrir mér svona hver? Þetta eiginlega sami hluturinn. Málega maður talar þetta svo mörg nöfn. Það guaranteed annual income, það basic income, universal basic income, skilyrðislaus grunnframfærsla, borgaralaun, hvað sem við kallum þetta. Þetta næri yfir nánast sama hlutin, en það bara svo margar mismunandi útfærslur til og verið að fara í víðsvegar heim. En mér finnst kannski, mér langar aðeins þess að grípa það sem að Katrín var að segja varðandi félagslegu réttindi í stjórnarskránni sem gífurlega mikilvæg út af því að ef markmiðið að tryggja að allir borgarar landsins geti tekið virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi, að þá verða efnahagsleg og félagsleg réttindi að eiga sama sess í lögum og þessi borgaralegu og stjórnmálalegu réttindi. Þannig að þetta snýst rosalega, mér finnst svo flott heimspekingurinn Philippe van Parijs sem hefur talað mjög mikið fyrir borgaralaunum og í raun og veru þeirri útfærslu borgaralauna sem mest töluð í dag út af því að þetta ofboðslega gömul hugmynd með borgaralaunin. Hann leggur svona sérstaka áherslu á það sem hann kallar raunverulegt frelsi. Þannig að það snúist ekki einungis að tryggja jafn réttindi, heldur þurfa líka að vera jafn tækifæri út af því að það eru svo ofboðslega ólíkar aðstæður fólks og það hafa áhrif á tækifæri einstaklinga til þess að fullnýta réttindin sín. Þannig að þó að við tryggjum það að þú hafi rétt til náms og rétt til heilsu, að þá bara ef þú hefur ekki þessi efnahagslegu félagslegu réttindi, þá hefur ekki tækifæri til þess að fullnýta réttindin þín. Þannig að án þessara jafnra tækifæra þá búum við í raun við bara eins konar sýndafrelsi eins og Van Parijs talar það. Þannig að hann talar ofboðslega mikið að borgaralaun fær okkur nær þessu upphaflegu jafnrétti með jöfnum tækifærum fyrir alla, óháð samfélags og efnahagsstöðu. Þetta svona mikilvæg grunnur að þessari umræðu borgaralaunin og það áhugavert að sjá hvernig hugmynd sem var einu sinni þótti algjörlega bara út í hött, einhver útópía sem væri bara út úr fríkuð og myndi bara hafa gríðarlega neikvæð letjandi áhrif á fólk til þess að vinna. Það svona helstu rökin gegn þessu. Í dag að njóta mikilvægra vinsælda einmitt út af COVID. Og því nú erum við að sjá algjörlega breyttar forsendur og svona vist efnahagshrun sem á sér ekkert fordæmi. Þetta allt öðruvísi heldur en það sem við höfum áður verið að díla við. Og við erum að sjá lönd í kringum okkur dæla út peningum. Í Bandaríkin hafa gert þetta, það verið að greiða bara beina greiðslu til fólks til þess að díla við
þetta efnahagsáfall fjölskyldna, það að segja að það séu einhverju svona skilyrðislausar greiðslur, það verið að gera þetta í Suður Kóreu, það samtali í Bretlandi og Skotlandi og Kanada þetta, það verið að gera þetta á Spáni, en hver einasta útfærsla fyrir hvert land mismunandi og eru misgóðar. Þannig að við erum að horfa til þess að borgaralaun ekki bara eitthvað eitt, heldur þarf að útfæra það fyrir hvert og eitt land. Og ég tel núna til dæmis hafi verið tilvalið tækifæri til þess einmitt að tryggja þessa grunnframfærslu fólks. Það svo mikilvægt bara upp á, ef við viljum bara setja fókus á bara efnahagskerfið og efnahagsvöxtinn sem okkur þykir svo vænt á Íslandi, að stækka kökuna og allt það, að þá gerum við það ekkert án þess að allir á landinu geta tekið þátt í efnahagskerfinu, og eins og staðan núna, að þá bara hópur fólks sem getur ekkert tekið þátt, lifir bara í fátækt, og þetta svo ólýðræðislegt. Og núna þá þarf að búa við alveg endalausar skerðingar og reglur og eftirlitskerfi almannatrygginga og þetta að hafa gríðarlega neikvæð áhrif og bara halda fólk í fátækt. Þannig að þetta þessi fátæktagildra sem við tölum sem við þurfum að finna leið til þess að aflétta núna. Þannig að ég held ég sem múin að tala nógu mikið. Ég er búin í bili. Já, takk fyrir. Það þið talið aldrei of mikið, við getum örgulega að setja alveg alla vikuna og tala, en aðeins á nokkur með leittist. En langar líka, Helga Vala, þú hefur komið víða við, og ert sjálf lögmann, og þið halda á ræðurum náttúrulega báðar í þinginu líka. En ég ætlaði nú ekki að grilla ykkur pólitískt í dag, en hvernig til dæmis, að því að nú hef ég líka orðið vör við að því ég hef verið að tala við, ég að vinna smá skýrslu fyrir EAPN og hef verið að tala við fólk í ýmsum aðstæðum sem að býr við fátækt eða við fátæktarmörk. Og það aðeins talað aðgang að réttarkerfinu til dæmis og bara hvernig fátækt fólk, það mjög erfitt fyrir fólk að leita réttar síns. Og ég man það var líka umræða á Rauðaborðinu á Samstöðinni, sem minnir að þú hefur tekið þátt í. Eða var það, já, allavega. Hvernig kemur nýja stjórnarskráin inn í þetta? Já, eitt að hafa ákvæði í stjórnarskrá og annað að fara eftir því. Ég veit að því að nú ég mikil baráttukona fyrir nýrri stjórnarskrá og þá tel ég að nýja stjórnarskráin okkar, hún hefur það svo langt fram yfir þá gömlu sem okkur var afhent, ekki einu sinni af danska konginum, heldur bara kom þetta einhvern tímann seinna vorið, að hún miklu skýrari, hún miklu ítarlegri og hún fangar miklu betur þessi verkefni sem verið að setja og svona þau réttindi sem borgararnir eiga að búa við. Í núgildandi stjórnarskrá talað jafnræðisreglu og þar talað efnahag, allir eiga að vera jafnir óháð efnahag. Og það líka talað að vernda þá sem eru sjúkir og svona. En þrátt fyrir þá vitum við hvernig staðan að það ekki þannig. Og mér langar svolítið kannski til að taka boltan bara frá því sem bæði Katrín og Halldóra voru að tala Það þetta að vera fastur í fátækt og hvað þýðir það? Og hversu algengt það að hér á landi alist upp þriðja kynslóð fátækra sem fer á mis við svo ótrúlega margt. Þá erum við ekki að tala að fara á mis við alls konar upplifun og alls konar, heldur bara það sem almenningur telur fullkomlega sjálfsagt, eins og að geta sótt læknisþjónustu, farið til tannlæknis, endurnýja gleraugun með reglubundnum hætti og svo framvegis. Og svona ástand eins og núna, þetta COVID ástand,
það opnaði augu mín líka í vor þegar ég fór og hitti frábæran mann sem starfar í Breiðholtinu. Hann heitir Þorvaldur og kallaði Hjólavaldi. Hann að vinna með mörgum krökkum upp í Breiðholti sem að einhvers staðar svona lenda út á kant í samfélaginu, og hann var að tala stöðu fjölskyldna sem að þurfa að reiða sig á skólamatinn, sem þurfa að reiða sig á næringuna úr skólamötuneytinu fyrir börnin sín. Að þegar að skólamötuneytin lokaði og þau áttu að koma nesti að heiman, að þá lentu þarna margar fjölskyldur í algjörum vanda. Og það er þessi tilfinning þegar að þú veist ekki alveg hvernig þú átt að fara að því að gefa barninu þín að borða, sem að ég hef upplifað þegar ég var ung með fyrstu stelpuna mína, þegar maður passaði sig að borða núðlusúpu alltaf þegar hún fór til pappa síns, til þess að ég geti gefið henni eitthvað almennilegt þess á milli, sko, og allt þetta. En að búa við þetta alltaf, viðvarandi ástand, og hafa alist upp í þessu alltaf, og líka hjá ömmu, að það er þetta sem ég hef áhyggjur af. Af því að mér finnst einhvern veginn eins og stjórnvöld taki þetta ekki nógu alvarlega. Og að við séum ekki að taka það nógu alvarlega, hvernig samfélagið allt tapar á því ef að hópur býr við fátækt og þegar sá hópur stækkar. Og það er raunverulegt áhyggjuefni núna þegar við erum að nálgast 25.000 mann sem býr við atvinnuleysi, sko. Þá þurfum við að hætta að tala einhverja tölur sem að hafa aukist í einhverja málaflokka og fara að horfa raunverulega á stöðuna eins og hún er. Þetta er mjög dramatískt, en þetta er svona. Lífið er svona. Varðandi réttarkerfið, að þá hefur verið veitt gjafsókn fyrir þá sem eru mjög tekjulágir, en vandinn er að bæði það að þú þarft að vera sko verulega tekjulágur, sem betur fyrir hefur það þó hækkað. Það er að segja tekjuviðmiðið, hvað þú mátt vera með í tekju til þess að fá gjafsókn. Það er líka tekið tillit til þess að þú ert með barn eða börn, að þá það tekjuviðmið hærra til þess að þú getur leitað réttar þíns eða tekið til varnar í málum. En svo allur gangur á því hvort að dómararnir dæmi út frá í rauninni þeim reikningi og þeirri tímaskráningu sem að lögmaðurinn leggur fram. Og þá lendir einstaklingurinn í því sem er með gjafsókn, lendir í því að sko svona vera upp á náð og miskun lögmannsins komi, hvort að lögmaðurinn ætli þá að gefa bara restina af tímunum sínum, sem að ég veit að Katrín hefur lent í líka þegar hún var í lögmennsku, og maður lenti í að því að maður getur ekki sótt stundum ákvað dómarinn að maður fengi helmingin af reikningnum borgaðan. Maður var búinn að leggja á sig náttúrulega endalausa vinnu, og stundum þurfti maður að borga sjálfur, leggja út fyrir túlkunum og allt þetta, og svo endaði dómar á því að borga manni helmingin af vinnunni. Þá auðvitað gat maður ekki sótt hinn helmingin, og það auðvitað alveg ofboðslega vond aðstaða fyrir þann efnaminni að þurfa einhvern veginn að svona vonast við þess að þú lendir á lögmanni sem að þá bara gefur restina, sko. En þetta er staðreynd, og það eru auðvitað fullt af fólki, sérstaklega sem fer ekki að leita réttar síns að eigin frumkvæði í svona aðstæðum. Einmitt, og þetta kannski, komst einmitt inn á góðan punkt þarna, þetta virðist vera svona í gegnum einhvern veginn allt kerfið okkar, að allstaðar þar sem eitthvað er niðurgreitt, þar það aldrei niðurgreitt að fullu, þannig að það er einmitt fátækt fólki oft svolítið upp á náð og miskun þjónustu aðilans komið. Þetta veist, út allt í heilbrigðiskerfinu og bara, já, þannig að þetta er eiginlega bara sama sagan. Já, og líka þetta að þú þurfir að leggja út fyrir hlutunum og fá það einhvern veginn endurgreidda. Já, og koma með sönnun þess að þú hafi greitt. Já. Ég myndi vilja tekjutengja miklu meira kerfið allt. Já, einmitt. En við langar kannski aðeins núna að koma að kannski svona baráttunni
fyrir stjórnarskrána, þegar núna hefur þetta verið svolítið svona, þetta búið að vera langt ferli, það búið að sitja á þessari stjórnarskrá í hvað komið langt núna, Katrín? Ógeðslega langt, hún var skrifuð 2011 og við greiddum hana atkvæði þjóðaratkvæðagreiðslu 2012. Þjóðfundurinn sem var fyrsta skrefið í þessu var 2010 held ég, frekar en 11, þannig að þetta er að slaga upp í skelfilega háar tölur í tíma séð, en það fyrir samt aðeins eftir hvernig þú horfir á þetta. Mér finnst þetta hræðilegt, hvað þetta er búið að taka langa tíma, en svo að maður zoomar aðeins út og skoðar heimsöguna, þá er þetta kannski ekki brjálæðislega langur tími sem þarf í svona baráttu til að ná heilli stjórnarskrá í gegn, og við færumst svo hratt nær takmarkinu núna, upplifi ég, að ég er miklu uppteknari af því hvað það gengur vel heldur en hvað það gengur illa akkurat núna. En það gengur hins vegar mjög hægt, það verður að segjast. En eitt langar með, ef ég má, að bæta við þess að þær sögðu, þær ágætu stöllur mínar sem töluðu undan eða eftir mér áðan, varðandi þetta með stjórnarskrána og stöðuna sem fólk er í sem býr við fátækt. Ég nefnilega hef rosa trú á lýðræði sem lausn í þessu máli líka, vegna þess að nýja stjórnarskráin, hún veitir kjósendum tækifæri til að láta miklu betur til sín taka, og ég held að lýðræðisvitund og sanngirnisvitund almennings á Íslandi sé komin mun lengra stundum heldur en löggjöfin í ýmsum málum. Ég var að koma að málþingi sem ég var að tala réttarstöðu hinsegin fólks aðan í Norræna húsinu, og þá sjáum við að það vantar bara brjálæðislega mikið upp á íslenska löggjöf varðandi þennan hóp, að þessi hópur hinsegin fólk á Íslandi sé gripinn almennilega og honum veitt vernd. Við erum bara einhvers staðar í 53%, langt fyrir aftan öll Norðurlöndin, og ég meina bara í einhverju gríni, langt fyrir aftan öll löndin sem við berum okkur saman við. En fólk upplifir þetta ekki þannig og trúir þessu væntanlega ekki þegar það heyrir þetta. Það halda bara allir að hér sé allt í lagi. Það er alveg eins með fátæktina. Ég held að rosa margir séu góðir í því að líta framhjá þessu, og að því þetta sé ekki akkurat bara inn í þeirra fjölskyldu, þá er þetta ekki vandamál sem að þú ert að velta fyrir þér dag frá degi, sem er skelfilegt, að þetta er vandamál okkar allra, sérstaklega þegar þetta eru börn sem eru í sæðastöðu. Og þarna vil ég benda á það að í nýju stjórnarskránni þá er búið til svona kerfi þar sem að almenningur eða kjósendur, 10% kjósenda geta bara hreinlega kallað ákveðna löggjöf til þjóðaratkvæðagreiðslu og einnig sett fram til þennan löggjöf. Og ég vil leyfa mér að fullyrða það að það er pottþétt hægt að finna 10% af kjósendum á Íslandi sem myndu vilja leggja fram róttæka löggjöf til að breyta þessu, að það sé ekki svona, koma með einhverja virkilega flotta lausn eins og til dæmis borgaralaun. Það mætti innleiða þetta á löngum tíma og það mætti byrja á einhverjum ákveðnum hópi, en það við séum ekki að gera neitt í átt að því að skapa einhvers konar umbyltingu í því hvernig við komum fram við fólk, og það var ekki síst við finnst mér öryrkja og fólk sem býr við það að þurfa að lifa einhverjum 230.000 krónum, þetta er ekkert hægt, það vita það allir, og ég held að og svo skerðistu bara og dirfist að vinna, og þetta er ómannúðlegt og ógislegt, og það sem ég held að vera lausnin í þessu er einmitt meira lýðræði. Það hljóma kannski pínulega eins og maður sé að tala um eitthvað allt annað, en ég held að sé það ekki. Ég held að sé bara miklu meira samfélagsvitund meðal fólksins í landinu, og að það fær almennilega upplýsingar þetta mál og leiðir til þess að laga það, þá held ég við getum mjög auðveldlega náð slíkum fjölda, við getum farið að leggja fram miklu stærri skref og betri og kannski róttækari hugmyndir og fallegri og kannski bara frumlegri heldur en eru að eiga sér stað, þessi kerfið er sífellt svona eitthvað svona aðeins að tvíka hér, já 5% hækkun hér, og þú veist, þetta er bara, þetta gengur ekki alveg upp. Við vitum að þessum við erum búin að vita það í mörg ár og við verðum að gera eitthvað. Og síðasta sem ég myndi vilja segja, áður en ég lík máli mínu, er það að í allri svona baráttu, svona mannréttindabaráttu, eins og að sjálfsögðu baráttan gegn fátækt þetta snýst mannréttindi, þá er það alltaf algjört grunnstef sem verður að vera til staðar ef það á í alvöruna að laga eitthvað, að hópurinn sjálfur sem umræðir fá að taka þátt og sitja við borðið og ákveða hvernig á að leysa málin. Af því það er ekkit eðlilega einkennilegt að fólk sem er með margfalt betri laun og situr akkurat alþingi þessa stundina eigi að þurfa að reyna að setja sig inn í þeirra hugarheim til að átta sig á hvað þetta er erfitt. Þú veist, það er einmitt fólki sjálft sem býr við þetta og hefur búið við þetta og hefur reynsluna sem á að nota þessa reynslu til þess að, og það verður að hlusta á reynsluna sjálfa til þess að finna lausnirnar. Þannig að ég held að þetta sem að fatlaða fólki fann upp á, nothing about us without us, er lykilatriði og svo meira lýðræði líka. Algjörlega. Langar þig að taka boltan, Halldóra? Já, ég er alveg til í það. Ég er alveg til í að halda áfram með þetta. Þetta er þú veist, þetta eru alveg, ég viðurkenni þetta, sé erfitt að velja eitthvað uppáhaldsgreinar í nýju stjórnarskránni, að þá eru þetta, held ég, þessi málskotsréttur þjóðarinnar og þingmála frumkvæði kjósenda eru svona, held ég, uppáhaldsgreinarna mín, þetta aukna lýðræði sem að nýja stjórnarskráin kemur með. En á sama tíma þá held ég að það sé,
ég hefði áhyggjur af því að þessi hópur fólks sem að búa við fátækt, og því raun og veru að búa við fátækt, þetta eiginlega bara fullt starf að vera í því að reyna að ná endum saman og hafa konstant áhyggjur og streitan og óvissan og álagið, og við vitum það bara frá rannsóknir segja okkur það, að þegar að fólk býr við svona miklu streitu og óvissu framtíðina, að þá það ofboðslega mikið bara í survival mode, það bara að lifa af, það baráttan. Og þá geta fólks til þess að horfa til lengri tíma mjög takmörkuð. Þannig að ég bara velti fyrir mér, ef við myndum koma með þetta aukna lýðræði, ef við samþykkjum þessa nýju stjórnarskrá, hver raunverulega geta fólks til þátttöku sem lifir í þessum aðstæðum, þar sem það bara að ströggla við fátækt, það stæðilega að reyna að ná endum saman og eiga í sig og á. Og mér finnst það bara mikilvægt að við horfum líka á þann hluta að ef við raunverulega viljum kenna okkur við lýðræði og frelsi, að þá verðum við að tryggja að það hafi allir jafnan aðgang að öllum kerfunum og samfélaginu sem við stillum upp. Ef það hefur það ekki, því þetta ekki, baráttan þetta ekki bara svona barátta einhvers lítils hóps, að bæta kjör fólks. Þetta svona grundvallar mannréttindi, þetta jafnrétti, mannvirðing, þetta lýðræðisumbætur sem betrumbæta samfélagi fyrir alla, út af því að það verða allir að hafa rödd. Annars kemur það niður á okkur öllum. Við verðum að hætta það sem ég myndi kalla þessi tribalismi, þar sem við erum alltaf í einhverju að leggja alla áherslu á hagsmuni, einhvers sterkari hópa umfram þeirra hópa sem það virðist vera þannig að þeir hópar sem að fá röddina sína í gegn og sem að hafa raunverulega völd til þess að fá breytingar í gegn, eru þeir sem hafa svona mestu völdin, og völdin í samfélaginu eins og það uppsett í dag hefur rosalega mikið með peninga að gera. Þannig að það segir sér sjálft að þeir sem hafa minnst á milli handana hafa eitthvað minnstu völdin til þess að koma á framfæri einhvers konar breytingum. Þannig að ég held að við verðum að horfa á þetta svona heilstætt út frá því, og líka bara til þess að það ef við myndum fara í 8 borgarlaunum til dæmis, þá þarf ekki annað heldur en bara að skoða núverandi almannatryggingakerfi og fjarlæga bara öll þessi skilyrði og allar þessar skerðingar. Það það sem þetta snýst um. Þetta snýst um að við erum öll sameiginlegir, ég orða þetta á einhvern hátt sem make sense, við erum öll sameiginlegir eigendur auðlinda landsins. Og þetta á við bara allan heiminn, við jarðarbúar, það enginn sem á rétt á einhverju meira heldur en einhver annar, og við eigum rétt á því að deila í þeim auð sem verður til út frá þessum auðlindum landsins og þjóða víðsvegar heim. Þannig að það svona hugmyndafræðin á bak við þetta, og eins og staðan núna, þá eru bara stórir hópar fólk sem hafa bara engan aðgang. Og það það sem baráttan snýst borgaralögin, að auka þennan aðgang fólks að þessum kerfum og hafa rödd, þannig að fólk upplifir líka að þeir séu hluthafar í sínu samfélagi, út af því að við erum að jaðarsetja fólk núna, og akkur á fólk að bera virðingu fyrir samfélagi sem ber enga virðingu fyrir þeim. Þegar þú ert jaðarsettur, þá hefur enga rödd og þú hefur enga ástæðu til þess að vera einhvers konar jákvæður, uppbyggilegur þáttakandi í samfélaginu. Og við þurfum á öllum að halda, sérstaklega á þessum tímum þar sem við erum að horfa fram á bara gríðarlega loftslagsbreytingar og erfiðleika í heiminum, þar sem við þurfum á samtakamáttinum að halda. Já, einmitt, nákvæmlega. Það eru margir góðir punktar, og ég einmitt líka að velta fyrir mér þetta með útilokunina sem felst einmitt í því að vera í fátækt, af því að það eins og þú segir, fullt starf í raun og veru að standa í því. Og svo eru náttúrulega hópar sem eru útilokaðir eins og til dæmis vegna tungumáls. Og mér er alltaf þótt svona pínu skrítið hvað það erfitt til dæmis þegar að af því að nú hef ég unnið fyrir fleiri félagasamtök, og þetta oft til dæmis eins og bara túlkaþjónusta þegar kemur fólk af erlendum uppruna. Hún til dæmis ekki mjög aðgengileg, og manneskjan verður að borga sjálf fyrir túlkin. Það ekkert styrktarkerfi einhvern veginn til þess að koma til móts við mannesku sem kemur til þín og mállaus liggur við. Helga, vel að þú kannski getur aðeins tekið þennan bolta. Eitthvað í nýju stjórnarskránni sem að snýra þessum hóp?
Já, sko, aftur þá segi ég já, það auðvitað í nýju stjórnarskránni talað þetta og þennan rétt. En stjórnarskráin eru grundvallarlögin okkar og samfélagssáttmálin okkar. Og ég við leyfum mér að vera bjartsýnni en Halldóra því að ég hef svo mikla trú á lýðræðinu. Ég hef svo mikla trú á því að með auknu lýðræði að þá sé stjórnvöldum, þeim sem að hafa valdið hverju sinni, veitt aðhald. Og það það sem að skiptir svo miklu máli í nýju stjórnarskránni með hvað sem það að geta knúið fram atkvæðagreiðslu ákveðin mál eða hreinlega geta sett mál á dagskrá með ákveðnum hluta þjóðarinnar. Það setur stjórnvöld í þannig stöðu að þau neyðast til þess að hlusta. Þau bara neyðast til þess að gera það. Og af því að það eru að bresta á forsetakosningar í Bandaríkjunum núna eftir bara 3 vikur eða eitthvað. Já, ég held að sé bara 3 vikur í dag, fyrir að segja. Það rosalegt að þá ekki hægt að horfa fram hjá því til dæmis hvernig kerfið þar byggt upp að það alltaf kosið á þriðjudögum. Af hverju kosið á þriðjudögum? Jú, af því að efnaminna fólk á erfiðara með að fá frí úr vinnu á þriðjudögum heldur en helgar. Það eru færri kjörstaðir í hverfum og bæjum og borgum þar sem efnaminna fólk býr. Og það færra starfsfólk að vinna á kjörstöðum á þeim stöðum þar sem efnaminna fólk býr. Og núna erum við auðvitað með þetta póstkassadæmi sem að við höfum fengið að heyra af í fréttum, en þessi staða sem búin til af ríkjandi völdum og yfirleitt repúblikunum að hafa kosningar á vinnutíma á þriðjudögum, bara það lýðræðishalli í þessu risastóra ríki. Og það svo margt svona sem að við þurfum að passa upp á, en mér finnst skipta svo miklu máli að við tölum alltaf upp röddina okkar og tölum alltaf upp lýðræðið og hvetjum fólk til þess að nota röddina sína alltaf, hvar sem það hægt. Og þannig að þegar ég fer núna eftir ég byrjaði í þessari vinnu, sem ég í núna, að alltaf þegar ég fer einhvert út úr húsi, sem bara auðvitað oft á fundi og alls konar, þá hvet ég alltaf fólk til þess að skrifa og hringja og hnippi í okkur. Að nota röddina sína, bara alltaf. Af því þetta skiptir svo miklu máli. Það skiptir svo miklu máli að hvetja alla til þess að segja sína skoðun og vera virkari. Og þar langar mér þá að fara með þetta inn í skólakerfið, af því að mér finnst við svona aðeins vera að klikka þar. Og það einmitt veltur bara svolítið á svona kennararnir sem þú lendir á eða leikskólastjóranum eða eitthvað svoleiðis, hversu þjálfuð börn verða. Ein vinkona mín sem leikskólastjóri, hún leyfir börnum að greiða atkvæði einu sinni í viku hvað í matinn á 50 dögum. Og þá eitthvað 20 í boði og alveg bara frá því að þau eru 2 ára að þá mega þau greiða atkvæði hvort það pilsupasta eða grjónagrautur. Og í byrjun þá kannski bara rétta upp hönd eða eitthvað svoleiðis. En svo þegar þau fá aukinn þroska þá eiga þau rökstyðja af hverju. Þá kannski segja bara mér finnst það gott og svo svona þegar þau eru 5 ára þá kannski geta þau sagt meira. Og allt þetta bara svona þjálfun í lýðræðinu. Þó að þetta sé ekki stór atriði, bara hvort viljið A eða B, hvort viljið appelsínu eða epli. Að þetta eitthvað sem að mér finnst að við höfum að vera að gera í skólakerfinu, að efla alla þessa hugsun og alla þessa, allt þetta vald sem að við höfum, sem að almenningur hefur. Af því að við megum ekki gefast upp á því. Þetta bara algjört grundvallaratriði. Já, einmitt. Og ég held að þetta sé líka góður punktur af því að það oft einmitt börn sem þegar þau verða 18 ára, ef þau búa á heimilum þar sem til dæmis
bótaþegar eða þú veist, fólk sem er að þiggja annarkvort húsaleigubætur eða örorkubætur, að þá fara bætur foreldranna að skerðast og þetta er náttúrulega alveg gjörsamlega fáránlegt af því að fólk sem er ekki að þiggja bætur það getur alveg leyft börnunum sínum að búa heima og á nokkur að vandræða. Og þetta er ekkert sérstaklega vel kynnt, þannig að það eru margir sem að bara trúa ekki sínum eigin eyrum þegar þau heyra þetta. Að húsaleigubæturnar skerðist á 18 ára afmælisdegi barnsins sem að hefur verið tekið sameiginlega ákvörðun að láta mennta sig til dæmis í framhaldsskóla en þarf að vinna algjörlega með og en þú veist, þá allt í einu bara er allt komið í lás við það að barnið verður 18 ára og það er komandi barn að flytja einhvert annað með lögheimili sitt. Já, þetta er einmitt punkturinn með að börn náttúrulega, þú veist, þau verða 18 ára og þau hafa í raun og veru enga svona menntun í kerfinu, þannig að þú veist, þetta er alveg góður punktur. En mér langar aðeins að fara aftur til Katrínar, af því að nú er einmitt þessi barátta fyrir nýju stjórnarskránni og það eru komnar eru ekki komin yfir 30.000 nú er klukkan 9 að kvöldi 13. og ég skal segja það eru konar nýjar tölur 34.171 þakka þið fyrir pent og við verðum að muna hér, við ætlum að ná 25.000 og fannst það galið en við vildum bara gera þetta að sína fram og þetta er þessi 10% sem hefðu mátt setja fram frumvarp í nýju stjórnarskránni, sjáu þið þeir eru það blokkera það að fólki fái til sín valdið og svo tókst það voru við bara ok, 30, ég var þóra svo núna erum við bara að stefna hraðbyr sýnist mér 35 fyrir miðnætti og svona heldur þetta áfram en þetta er alveg að fara að loka, ég með skilst þess að þáttu verið sýndur 17. og þann 19. það er síðasti tækifæri til að skrá sig á nýstjórnarskrá.is þannig ég hveti þetta alltaf að gera það vegna þess að við getum búið til svo geggja landi þú veist, það er bara og það er svo mikið æðislegu fólki á þingi eins og þær tvær hér og þú veist, það er bara samt ekki hægt að gera nóg ekkert því þær vil ekki gera allt sem þær geta og eru alltaf að reyna heldur bara því að kerfið er of gallað og það festir fólk í einhverju högti og það næri ekki svona stórum mikilvægum breytingum nálega hratt til að stemma stigu við þá þróun sem við erum á bara sem mannkyn og bara sem jarðarbúar og sem Íslendingar þannig að við verðum eitthvað að ná þessum stóru kerfislegu breytingum í gegn svo við getum farið að laga alveg og ég vil bara segja eitt af því að ég voru að hugsa svo mikið þegar Halldór var að tala mér finnst þetta alveg góð punktur þó ég var líka sammála Helgu vel með ekki tala niður raddir fólks og möguleika þeirra til að hafa áhrif þá samt held ég að þetta sé rétt það eru ótrúlega margir sem hafa ekki tíma til þess að setja sig inn í öll mál út af því það bara verður að vera til en þetta er líka akkurat rökin fyrir fulltrúalýðræðinu, við erum með þetta sniðuð hugmynd, það bara ákveði fólk er í vinnu við það að græja hlutina, en fulltrúalýðræði eins og það er æðislegt er ekkert eina leiðin og til dæmis eru frábærar hugmyndir að þróast í lýðræði til að dýpka lýðræði sem er ekkert endilega inn í þessari nýju stjórnarskrá en eru samt eitthvað sem Ísland ætti klárlega að vera að nýta sér eins og þjóðfundafyrirkomulagið, eins og rökræðufyrirkomulagið, þar sem fólk er hreinlega borgað fyrir að setjast á okkur að fundi úr öllum áttum samfélagsins og fær bara láta rödd sína heyra og þá allt í einu skiptir mestu máli hvaða lífsreynslu hefur á bakinu, ekki hvaða sérfræðinga titil og getur skreitt með. Þannig að við gefum alls konar leiðir til að láta fólk tjá sig og finna lausnir út frá þeirra reynsluheimi og það þarf alls ekki að vera þannig að þeir sem eru fastir í gildru fátæktar hafi ekki tækifæri til að koma á borðinu, við verðum bara að vilja það er það sem ég er að tala að vilja nýta þessa þekkingu, að þetta er þekking og hún er dýrmæt og ég ætlum núna að vinna svolítið fyrir öryrkjabandalagið og stundum er þetta bara nánast bara of sársökafullt fyrir mig og ég er samt ekki í þessari stöðu, bara hlusta á þetta að hlusta á þessa krónu móti krónu skerðingu, að hlusta á þetta rugl sem þú varst að tala með að barnið fá einhver laun og þá skerðist þetta minnst þetta bara kannski dramatist að segja það en mér finnst þetta bara frekar ógeðslegt og mér misbýður bara alltaf því að hugsa þetta og ég skil ekki, þú veist hvernig við getum látið þetta viðgangast og þetta tengist ekki nýju stjórnarskránu beint með beinum hætti en ég verðs bara að fá að segja þetta því mér finnst þetta bara alveg hræðilegt og ég held að þetta sé ekki takt við almenna réttlætiskennd fólk sem býr í þessu landi, þetta flestum langir bara til þess að hinum líði bara ágætlega og hafi nóg, þú veist, ég held að sé engin mikið að pæli því hvað það er svo næs að halda þetta niður til þetta hóp í samfélaginu með einhverju fjárhagslegri kúgun, við eigum alveg nóg, við getum alveg græja þetta, við þurfum bara að ætla okkur að gera það og gera það svo, þannig að ég held að ef að fólki fær þetta vald, þó það sé ekki nema bara þessi eina leið til beins lýðræði sem er búið upp á í nýju stjórnarskránni, auk þess að þá er náttúrulega alls konar annað eins og persónukjör og jafnréttur atkvæði og annað sem getur haft verulega áhrif á alls konar jaðarsetta hópa sem vilja ná í tiltekna rödd, eins og við sáum það til dæmis í stjórnlagaráðinu
þegar ég var þar, þá var sko næst hæsta konan sem komst inn á þetta stjórnlagaráð var Freyja Haraldsdóttir. Hún var ekki típisk manneskja til að koma strax inn í eitthvað flokkakerfi. Hún komst síðan inn í flokkakerfið og inn á Alþingi að lokum pínuverð af því hún var búin að sanna sig í stjórnlagaráði. En þarna til dæmis bara persónukjör að sýna það að fólk getur valið manneskjur sem eru með mjög ákveðna tiltekna rödd sem að þarf að miðla og við viljum fá að borðinu. En flokkakerfi sem búið í dag ekkert endilega snillingur í að velja akkurat þetta fólk inn. Þannig að ég treysti að vissuleyti almenningi betur til þess að raða saman besta fólkinu á Alþingi heldur en endilega einhverju forvalsmaskinu með einhverju flokka sem ég skil ekkert alltaf hvernig virka. Þannig ég held að það eru svona endalausar lýðræðis umbætur inn í þessari stjórnarskrá sem að munu bæta einhvern veginn aðkomu okkar að kerfinu og við getum gert það sem við þurfum að gera það alvörunni mennst og alvörunni skynsamt og bara svolítið skemmtilegt og praktist. Þú veist, og það er svo margt sem við vitum bara er ekki alveg virka nógu vel og okkur tekst bara ekki alveg að laga það. Má ég grípa boltana aðeins? Því það var alls ekki ætlunum mín að fara að tala niður lýðræðið, en það sko, ég náttúrulega fer í raun og veru og finn Pírata og kem á þing út af því að ég verð ástfangin af hugmyndinni beinna lýðræði, sko. Þannig að mér finnst bara þessar breytingar í stjórnarskránni vera alveg ofboðslega mikilvægir. Ég skildi ekki þannig heldur að bara verða þá skjótið inn, þetta er mjög samfærandi. En ég veit það, en þetta er bara mikilvæg umræða út af því að með þessum breytingum að þá finnst mér svo ofboðslega mikilvægt að við horfum líka til þess hversu mikilvægt það er að auka aðgengi fólks að ákvarðanatökunni, ekki bara með því að tryggja það að ferlin séu rétt og til staðar, heldur líka það að fólk geti tekið þátt og mér finnst hluti af því einmitt vera menntakerfið eins og hún Helga Vala var að tala áðan, að auka lýðræði í menntakerfinu. Af hverju fá krakkar ekki meira það að segja hvernig skólaumhverfið þeirra er, hvernig námið þeirra er, þú veist, mikilvægri hluti heldur en til dæmis bara matinn, skilur við. Þetta er eitthvað, af hverju kennum við ekki krakkum hversu valdeflandi það er að hafa rödd og að það sé hlustað á þig og á skólastarfinu sé breytt í framhaldinu af þínum löngunum og þörfum. Byrjum þar og svo passum við upp á það að það hafi allir jafn tækifæri til þátttöku og við aukum aðgengið að því. Ég held að þetta væri bara gífurlega mikilvæg breyting og bylting á lýðræðinu út af því að lýðræðið okkar, það er orðið dálítið úrelt. Þetta er orðið dálítið úr sér gengið, þetta kerfi, og við þurfum að uppfæra það. En það er kannski ástæða fyrir því að svona hlutir taka langan tíma. Það er kannski bara eðlilegt að það sé alltaf stór hluti samfélagsins sem er með eitthvað aðhald og hræðslu gegn breytingum. Það er svona, gerir það að verkum að það eru ekki svona blóðugar byltingar kannski. Þær eru yfirleitt ekki góðar, en að hlutirnir gerast frekar yfir lengri tíma en góðar og mikilvægar breytingar, þetta er bara óhjákvæmilegt. Þetta er óhjákvæmilegt og við sjáum það bara með þessum auknum stuðning sem að nýja stjórnarskráin er að fá, að þetta er óhjákvæmilegt og þótt þetta taka eitthvað tíma þá verður bara að hafa það. En mér langaði, og því við vorum að tala líka almannatryggingakerfið áðan, þá langaði mig til þess að spyrja hana Kötu bara þetta vangavelta sem bara poppaði upp áðan þegar ég var að rúlla yfir ég ákvað að refresha þekkingunum mína á nýju stjórnarskránni og þá fór ég velta fyrir mér út frá almannatryggingakerfinu og bara hversu þungt eftirlit er þarna með einstaklingum. Hvernig þetta samrýmist til dæmis þessari grein í nýju stjórnarskránni friðhelgi einkalífs. Þar sem kemur friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skal tryggð. Þarna er einhver þrátt fyrir ákvæði 1. málsgrein má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu að brýna nauðsyn ber til vegna réttindi annarra. Ég velti fyrir mig stenst þetta gríðarlega þunga eftirlitskerfi almannatrygginga þar sem er haft rosalega mikið eftirlit gagnvart einstaklingnum. Stenst það þessa grein í stjórnarskránni? Ég velti svo oft fyrir mig, mér finnst bara almannatryggingakerfið okkar galið. Hvernig leið að þú verður einhver bótaþegi, þá ertu bara einn ríkisins í raun og veru og þú hefur ekkert frelsi eða réttindi lengur þegar kemur að kerfinu. Og þetta er svo ótrúlega flókið í þokkabót að það eru fæstir sem skilja hver réttindin þeirra eru og mér finnst þetta bara ekki eiga heima í lýðræðislegu samfélagi að þú getur verið háður kerfi sem að þú er ekki
hugmyndum hvernig virkar og það sem að það bara, þú hefur ekkert með það að segja hvernig eftirlit haft með bara, þú bara missir algjörlega þína friðhelgi þarna. Þannig að Já, ég hugsa sko má ég tala? Já. Ég hugsa sko að það væri jafnt þetta að láta reyna á þetta bara út frá gildandi stjórnarskrá því hún líka með friðhelgis einkalífs ákvæði sem eru frekar nýleg og stundum þegar ég hef sko séð það svolítið langt sem ég væri lögmennskunni en ég hef séð þegar að vera svona hálfpartinn njósnum fólk til að reyna einhvern veginn að klekkja á því, þú ert búin að vera í 4 mánuði í þessu landi, nú getum við aldeilis eitthvað svona, ég var með nokkra svona skjólstæðing á sínum tíma sem ég var bara að býta, hvað þetta eitthvað mission hjá einhverjum tilteknum starfsmanni eitthvað með að ná, þú veist, af hverju erum við ekki að tala saman og reyna að finna lausn, af hverju eru þetta sé eitthvað svona eltingaleikur og það sé eitthvað svona, náði þér stemning og ég fann þetta stundum sko inn í þessum kerfum að ef það sérstaklega þau höfðu gert ykkur mistök kerfin sjálf eða ykkur starfsmaður eða eitthvað þá var enn erfiðara að sigra og fá réttu lausnina að því þá hrökk kerfið í ákveðin bakla og skakvart því að viðurkenna mistökin og gerði bara allt sem það gat til þess að þvinga fram vitlausa niðurstöðu bara í staðan fyrir að segja bara úps fyrir ekki við rugluðumst, já auðvitað, við máttum þetta ekki eða þetta voru okkar mistök, þá var staðan bara að búa til 100 leiðir til þess að réttlæta fyrstu mistökin og það fór bara einhver gríðalegu tíma og orki þetta hjá einhverju fólki sem að ég að borga launin hjá einhverjum mína skatta, ég myndi miklu frekar vilja fara þessi peningum minn færi í bara örgubætur og hækkar eða eitthvað skilur og það kannski það sem mér finnst alltaf svolítið sjálfræðandi við borgaralagsumræðuna það kostar ekkert smá mikið að viðhalda einu svona kerfi að viðhalda svona kerfi sem fólk alltaf að reyna að finna út hvernig að reikna einhverja sjúklega flóknar formúlur og hvernig sé hann hægt að mínusa einhverja endalausar tölur frá því sem algjört lágmark sem fólk þarf til að hafa til að lifa af. Þetta bara rándýrt spaug og þetta ekki eitthvað svona kerfi sem algjörlega lífsnauðsynlegt eins og til dæmis dómskerfið. Það líka ótrúlega dýrt kerfi en við þurfum að hafa það til að leysa deilurnar okkar. Almannatryggingakerfið á hinn bóginn, það það besta sem við eigum í dag segja þeir en ég ekki alveg viss sko, ef við myndum taka hvað það kostar mikið fyrir ríkissjóð að reka þetta kerfi með öllu þessu starfsfólki sem einmitt stundum bara í einhverjum svona æfingum að eldast við eitthvað, þú veist, fólk sem hefur kannski ekki gert allt nákvæmlega rétt og þá allt í einu bara myndast einhver hræðilegur hali af einhverjum afleiðingum sem eru bara oft mjög ósanngjarnar og geta kostað það að manneskja geti lifað með reisn sem annað sem stendur í nýju stjórnarskránni að allir eiga rétt á að lifa með reisn, með mannlegri reisn og þetta gríðarlega stort mál varðandi fátækt og þá held ég að við getum sparað stundum bara gríðarlega fjárhæðir að hætta þessum eltingaleiklega að fólki bara lifa með reisn fyrir einhverja ákveðna upphæð þú veist og svo bara finnum við leiði til að fólk blómstri í því sem það vill gera og án þess að þurfa að hafa alltaf þessar eilífu fjárhagsáhyggjur því þær eru held ég alveg óbúslega skaðlegar bæði andlegri og líkamlegri heilsu og pluss það, nú langar mig að segja því ég ekki sjálf föst í þessari fátæktargildru og ég hef aldrei upplifað það, þannig að ég tala frá algjörum forréttindapunkti hérna, þú veist, fyrir utan að vera eitthvað blankur námsmaður eða eitthvað, ég tek það ekki eins og með, það er það að þetta snýst sameiginlega gæði samfélagsins, að við séum ekki með hóp sem fastur í þessu apparati, fastur í þessum tilfinningum, þú veist, mér líður verr sem hluti af þessu samfélagi þó þetta bitni ekki beint á mér, þetta ekki þannig að við sem bara rétta hönd eitthvað okkar minnsta bróðu kjafta, þetta bara alls ekki þannig þetta bara allir eiga að vera þannig að þeir geti lifað með reisn og með félagslegu réttlæti bara og búið börnunum sínum upp á það val sem önnur börn hafa og það er það sem best fyrir samfélagið í heild sinni, þannig að þetta snýst okkur öll og þetta fyrir okkur öll, þetta ekki eitthvað svona hver á nú að fara að punga út fyrir einhvern annan, þetta heildarhamingja heildarinnar veltur á því að sem flestir hafi það þannig að þeim líði bara bærilega. Þannig að þetta sameiginlegt vandamál, ekki bara vandamál þessa hóps. Takk, Helga Vala, ég sá að þú ert með. Þetta svo skemmtilegt, það þess vegna sem alltaf svo skemmtilegt að koma á samstöðuna því að það fá allir að tala lengi og það kveikna alltaf svo margar hugmyndir við að hlusta á hina og það svo dásamlegt. Og ég myndi eftir því að þú spurði mig ákveðna spurningar áðan út í hluti sem að kveiknuðu svo aftur núna sem ég svaraði ekki áðan. Það þess sem þetta eiginlega sko besta sjónvarpsstöðin á Íslandi að því að fólk fara að klára bæði hugsunina sína og koma svo aftur inn í gömlu hugsunina í næsta. En það þetta út frá kerfinu og hversu flókið og hvernig þú átt ekki að bregðast við og ef eitthvað klikkar og þú þarft að vera í rauninni langskólagengin og með mjög mikla tölvukunnáttu til þess að geta brugðist við af því að þú átt alltaf að fara bara inn á mínar síður einhvers staðar og þeir sem eru til dæmis þurfa að reiða sig á almannatryggingakerfið hluti þeirra á
að glíma til dæmis við geðrænar áskoranir, að glíma við kvíða og alls konar svona áskoranir sem gera verkum að þegar það kemur tölvupóstur sem segir þú átt nýja tilkynningu inn á island.is að þá getur það bara tekið mjög langa tíma að svona safna kjarki til þess að fara inn á síðan og sjá hvað verið að senda mér. Og þá kemur allt í einu ljós að þú átt að borga tilbaka einhverja 300.000 eitthvað og þú þarft að skrifa langt bréf til þess að réttlæta af hverju þú átt ekki að gera það og þú veist ekkert af hverju þetta gerðist og þú átt bara að geta brugðist við þessu og skrifa lögfræði bréf eða bara einhvern veginn bréf til þess að réttlæta af hverju þú átt ekki að þurfa að endurgreiða 300.000 af því að barnið þitt varð 18 ára, þið vitið, og býr ennþá á heimilinu. Og af því að þú spurðir mig áðan varðandi túlkaþjónustu, að þá erum við líka með til dæmis fólk sem talar ekki íslensku og fer inn á mínar síður hjá Tryggingastofnun og mínar síður eru bara á íslensku, til dæmis. Og þú átt að vera þar inni og þú átt að geta brugðist við af því að fólk sem talar ekki íslensku, það getur líka lent í örorku. Og þú þarft einhvern veginn að kunna á kerfið og hvort sem að þú ert að díla við almannatryggingakerfið eða bara að ganga í gegnum skilnað hjá sýslumanni. Og ég fór oft með fólki sem ekki talaði íslensku til sýslumanns til þess að leiðrétta eitthvað sem hafði átt sér stað. Að viðkomandi átti kannski íslenska konu eða íslenskan mann og hafði bara einhvern veginn farið í gegnum einhvern skilnaðarferli þarna án þess að vita hvað gekk á. Og það bara afsalaði sér mögulega einhverjum rétti, kemur úr öðrum menningarheimi eða hvað sem er. Og það alveg ótrúlegt að verða vitni að því þegar að stjórnvöld tryggja ekki þarna svona mikilvæg réttindi. Að ef að þú átt ekki peninga til þess að borga túlki eða bara að þú veist ekki að það verið að klára að ganga frá mjög mikilvægum lagalegum, réttafarslegum atriðum sem að snerta líf þitt og barnanna þinna að það muni gerast á þessum eina tíma sem að þú kannski bara fréttir af morgunin að þú verður að fara í að það sé ekki tryggt að þú skiljir það sem fram fer. Þetta algjörlega óboðlegt í íslensku samfélagi. Eitt í viðbót og það með að aukin misskipting í samfélögum ekki bara, lætur okkur ekki bara líða illa heldur fyrir þá sem að skilja ekki mannúð eða skilja ekki svona tilfinningar að líða illa ef einhverjum öðrum ef einhver annar fær ekki að borða, að þá það hreinlega efnahagslega óhagkvæmt fyrir íslenskt samfélag. Þegar að hópar eru fátækir og búa fátækt og þegar ójöfnuður verður meiri í samfélögum, þá tapa allir. Það dýrara fyrir alla að hafa misskiptingu í samfélögum. Það bara, hagfræðin búin að finna þetta út. Það bara þannig að fyrir þá sem eiga erfiðara með að tengja við að það geti verið bara vont og tilfinningarlega, það getur maður bara vísaði tölurnar og rannsóknirnar að ríki sem efnahagur og félagslega, efnahagslega og svona bæði eignir og tekjur eru jafnari, þeim gengur betur. Það meiri hagsæld þar. Við græðum það. Ég sammálaðir, það alltaf gott að þegar tölurnar styðja raunveruleikana því að við vitum alveg hver raunveruleikin og en því að við þurfum að fara að hætta, ég veit að þið eru að standa í ýmsu. Ég ætla að setja link á undirskriftasöfnunina með prógraminu og mér langaði eiginlega bara, að því að við erum að tala líka, þetta falinn hópur og undirokaður, hvað getur fólk gert svona, sem að veit ekki alveg hvaða skref það á að stíga en vill breyta lífi sínu, vill styðja til dæmis þessa baráttu fyrir nýrri stjórnarskrá.
Katrín, hvaða skref á fólk að taka? Ég held að það sé bara að gera að maður er að reyna að komast út úr erfiðri aðstöðu sem maður upplifir sig, það sem maður hefur ekki sterka rödd og annað, að byrja bara að taka lítil skref í átt að því. Og ég held að það sem eiginlega eitt af flottasta sem hægt að gera þegar maður er að reyna að skilja hvað maður vill eyða tímanu sínum í, og hann er oft mjög takmarkaður, er bara að leggja sér rosalega fram við að hlusta á alls konar aðra manneskjur og aðra hópa. Maður lærir oft svo ótrúlega mikið að hlusta það hvað aðrir hafa fengið að kljást við og hvernig þeir hafa leyst málin. Og mér finnst það til dæmis sérstaklega um svona mannréttindabaráttu. Það er ótrúlega merkilegt að bera saman hvernig fólk hefur haldið á sínum spilum í baráttu sem hefur náð miklum árangri og þeirri baráttu sem virðist vera föst. Hvað er það sem skilgreinir það að sumar baráttur ná svona hratt fram að ganga, og aftur nú er ég nýkomin úr þessu hinsegin samtali þar sem við náðum rosalega hröðum árangri á einhverjum 3 áratugum, þar sem allt í einu við fórum frá því að vera mjög forpókuð og fordómafull þjóð yfir að vera bara mjög umbrúðlind og opin og víðsýn og svona elskandi bara þjóð, og það á að vera eins fyrir aðrar baráttur. Og ég held að það setja okkur svolítið í spor hvers annars sé brjálæðislega fínn lykill til að byrja sína vegferð á ef maður ætlar að fara að reyna að breyta heiminum. Og ef maður vill bara berjast fyrir nýju stjórnarskránni, það leikur maður bara byrjar á því að láta sér líka við síðu stjórnarskrárfélagsins á Facebook og skrifar undir stjórnarskrá.is og svo bara hefur maður samband við einhvern eins og mig og segir hvað get ég gert, og ég hjálpa viðkomandi að finna eitthvað æðislegt verkefni sem að viðkomandi finnst skemmtilegt að leysa, því það er ekkert gaman að fá bara eitthvað verkefni sem mann langaði aldrei í, en það er rosa gaman ef maður með verkefni sem maður höfða til manns, og stundum er fólk að setja sig í samband við mig og spyrja, heyrðu, mér langar til að, einn maður til þess hafði samband á hann, sagði, heyrðu, mér langar til að krýta mér rosalega stórum stöðum á Austurvöll einhverja spurningu, hvar er ég stjórnarskráin eitthvað svoleiðis, en já, ekki pening fyrir krýtum. Já, ég sagði, ok, þá leysum við það. Þú veist, þetta er hans hugmynd, hún er æðisleg, hún verður bara til korter, svo kemur rigning, en hún er stórfengleg, og þá leysum við hana. Og allir geta fengið svona hugmyndir, og það geta allir gert eitthvað. Og núna allt í einu erum við öll með einhverja rödda því við höfum þá samfélagsmiðla og fólk þreytist ekki á að bölva þeim, en mér finnst þeirra mörguleiti æðislegir, því þeir gefa einmitt ótrúlega mörgum tækifæri til að segja sína sögu, og fólk á ekki að hika við það að segja sína sögu og deila sínum sögum af alls konar kerfum og misrétti, vegna þess að það getur verið að hjálpa ykkur annarri manneskju alveg gríðarlega sem hefur lent í svipuð og hefur aldrei þorað að segja sína sögu. Þannig við eigum bara að vera svolítið hugrökk og heiðarleg og hlusta okkar annað, og við getum breytt alveg ótrúlega mörgu saman, bara eitt píkulítið skref í einu. Það er það sem ég trúi. Takk. Segja sína sögu og líka að trúa að það sem maður hefur að segja skipti einhverju máli. Það er svo opaslega erfitt að komast yfir þá, og því við erum svo mörg sem að lifum með svo mikla minnimáttakennd, og sérstaklega þeir sem eru jaðarsettir í samfélaginu upplifa einhvern veginn að þeir hafi enga rödd, en upplifin okkar, við erum öll svona uník, við erum öll búin að upplifa einhverja mismundi hluti og það er búin að móta okkur á einhvern hátt, og rödd allra er mikilvægt input inn í heildarmyndina, og við getum lært eitthvað af öllum, og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að maður svona þori að koma fram og segja frá, út af því að þetta er svo lærdómsríkt fyrir alla þegar fólk gerir það. Þessar tvær þá eru 2 konur, heimilislausar konur sem eiga við fíkniefnastríða, sem komu fram og sögðu sína sögu í fjölmiðlum daginn, og það er bara ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að heyra þessa sögu til þess að geta áttað okkur á aðstæðum sem fólk er að búa í og hvað það er búið að gangi í gegnum, og þá kemur aukin samkennd hjá okkur sem að lesum. Með auknum skilningi verður til aukin samkennd, en svo held ég hitt sér rosalega mikilvægt að þora að biðja fólk um hjálp. Við erum svo hrædd að biðja aðstoð út af því að við höldum einhvern veginn að það séu einhver þyngsla á fólk, en málið er að það eru ótrúlega margir. Við þurfum að horfa á þetta sem gjöf, að biðja einhvern annan um aðstoð, þá erum við oft bara að gefa þessari manneskju eitthvað. Það eru rosalega margir sem fá ótrúlega mikið út úr því að hjálpa öðrum. Og þannig að við megum ekki að horfa á þetta sem einhvers konar íþyngjandi, heldur bara að vera óhrædd að biðja um aðstoð, því að samkenndin í samfélaginu er guðslof ennþá til staðar í þessu litla samfélagi okkar, og við eigum að hjálpa hvort öðru. Þetta er alveg frábært. Helga, vel er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum með þetta, með þáttökuna? Nei, þetta er bara frábært. Allt, ég tek undir allt sem að þær voru að segja. Já. Þá ætla ég bara að kveðja ykkur að sinni, en ég kannski getum haldið áfram með þessa umræðu seinna þegar að fólk má hittast aftur.
vorum við náttúrulega hérna bara í COVID ástandi og hérna verðum að gera allt rafrænt. En hérna það væri frábært að taka þessu umræðu seinna og þá kannski með breiðari hópi fólk sem að býr við þessar aðstæður. Þannig að mér langar bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna og spjallið, Katrín, Helga Vala og Halldóra og bara við sjáum seinna. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir að vera að gera þess að þú ert að gera, það er ógeðslega gott hjá þér og það mun skila árangur. Takk og sömuleiðis.
Þá setjum ég upptökuna í gang. Já, komið þið sæl. Við erum höldum áfram með dagskrá vegna 17. október sem alþjóðlegur þá setjum ég upptökuna í gang. Já, komið þið sæl. Við erum höldum áfram með dagskrá vegna 17. október sem alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt og við erum stödd, ég og Laufey Ólafsdóttir og Ásta Dís sem samhæfingarstjóri PEPsins og situr einnig í stjórn EAPN. Við höfum fengið til okkar hann Guðmund Inga Kristinsson sem er núna alþingismaður fyrir Flokk fólksins en Guðmundur nefnilega var líka áður hluti af EAPN og fór með okkur Ástu í fyrstu PEP-ferðina til Brussel. Við ætlum kannski aðeins að tala það líka á eftir. En komdu sæl Guðmundur og takk fyrir að vera með. Komið sæl, takk. Þá setjum ég upptökuna í gang. Já, komið þið sæl. Við erum höldum áfram með dagskrá vegna 17. október sem alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt og við erum stödd, ég og Laufey Ólafsdóttir og Ásta Dís sem samhæfingarstjóri PEPsins og situr einnig í stjórn EAPN. Við höfum fengið til okkar hann Guðmund Inga Kristinsson sem er núna alþingismaður fyrir Flokk fólksins en Guðmundur nefnilega var líka áður hluti af EAPN og fór með okkur Ástu í fyrstu PEP-ferðina til Brussel. Við ætlum kannski aðeins að tala það líka á eftir. En komdu sæl Guðmundur og takk fyrir að vera með. Komið sæl, takk fyrir að bjóða mér að vera með. Já, bara gaman að hafa þig. Mig langar að byrja á að spyrja aðeins, nú ert þú komin á þing, þú komst inn fyrir Flokk fólksins, núna í upphæðu þessa kjörtímabils. Hvernig, getur sagt mér aðeins frá þinni kosningabaráttu og hvernig það hefur verið síðan þú settist á þing? Já, í sjálfu sér var þetta í sjálfu sér mjög óvænt vegna þess að í sjálfu sér þegar við fórum í sínum tíma í kosningabaráttuna upphæðu með Flokk fólksins þá náðum við inn á fjárlög en ekki inn á þing. Við fengum 3,6%. En síðan skeiði óvænt af ríkisstjórnin sem var á þeim tíma stofnuð að Björt framtíð sprengdi þá ríkisstjórn eftir réttum ár og þá var allt í einu komin aftur kosningabarátta og þá þurftum við að
aldrei að bretta upp ermarnar og fara að skella okkur á kosningabaráttu 1, 2 og 3. Og ég segi fyrir mitt þetta, það gekk svo mikið á þeim tíma að bæði af safna undirskriftum og vera í öllu þeirri baráttu sem því fylgdi, að maður gerði sér eiginlega ekkert grein fyrir hvort sem maður kæmst inn eða ekki. Og síðan var það auðvitað ágjöfun upplifun að horfa á þegar það verið að telja atkvæðin vegna þess að 3-4 nóttina, man ekki það var 3-4, þá var ég ekki inni í fyrstu talningum, en þá kom ég ljós að það gleymdust eitthvað 300 atkvæði í bunki sem hafi gleymst að taka frá upphafi, sko. Þannig að ef hann hefur komið inn strax, þá hefði ég verið strax kvöldið komið inn í ringi og þegar ég fór að sofa í nóttina, þá hafði ég bara, til að segja, ég er ekkert inni. En það fyrsta sem ég vaknaði við morgun er að ég er komin inn. Þá komið ljós þessi 300 atkvæði hefði fundist og og það var svolítið absúrt. Ég skal alveg viðurkenna þess að það var ekki mjög langt síðan að ég hafði verið að setja þarna fyrir utan Alþingishúsið og mótmæla. Þannig að það brá nokkru mörgum við að ég skildi vera allt innum komin af bekknum fyrir utan og inn í sal og ég veit eitt sem lét sig hrökkja mjög í kútu yfir þessum ósköpum að maðurinn sem stæði þarna út á mótmæla væri komin inn í sal og þetta held ég sýnir það bara best af öllu að við eigum að halda áfram. Við vitum aldrei hvað er framöndan. Við vitum hvað var í fortíðinni, en við vitum aldrei framtíðina og þess vegna eigum við alltaf að halda áfram vegna þess að það leiðir okkur í furðulega stað og að hafa leikniðinn á þing eins og ég segi, gjörbreytt því að núna get ég látið rödd mín að heyra í einum stærsta ponti í Álandinu, sem er bara bein útsending sem ég hefði gætt ekki áður og mín ástæða fyrir því og ég hef alltaf eingöngu farið í baráttuna á þeim forsendum á málstað þeirra sem veist hafa í þessu þjóðfélag vegna þess að eins og ég segi, ég hef búin að kynnast því bæði gegnum Öryrkjabandalagið, Sjálfsbjörgu, Evrópusambandið gegn fátækt og félagslega einangrun og svo síðan stofnaði ég bót á sínum tíma sem var baráttufélag gegn fátækt og einangrun. Þannig að þetta ljótu meina á okkar samfélagi og ég segi fyrir mitt liti og ekkert að þurfa að vera vegna þess að við erum það ríkt samfélagi, við erum ekki að þurfa að hafa neitt í fátækt, hvað þá sárafátækt. Þessu er ég alveg innilega sammála. En segðu mér eitt, nú ert þú einn af fámennum hópi sem hefur farið úr þeirri stöðu að vera örorkulífeyrisþegi yfir í að fara inn á Alþingi og fá laun eins og aðrir þingmenn. Einhver áhrif hlýtur þetta hafa haft á þitt líf? Hvernig upplifum maður það? Já, þetta eru þetta alveg gífurlegu munur og það sem er eiginlega er sláandi er það hversu gífurlegu munur þarna er á vegna þess að þetta breytir því að þú ert í þeirri aðstöðu að hugsa hverja einastu krónu og ert eiginlega bara að berjast frá degi til dags það bara hvort þú eigir í því á og hvort þú getur yfirleitt haldið húsnæði yfir það að vera það að þú þurfur engar áhyggjur af þess að hafa en auðvitað er staðan samt svo afstúrt á þinginu að þú veist aldrei hversu lengi þú ert að inni eins og við sjáum það á fyrri ríkisstjórn sem síðustu sem sprakkar eftir ár, það getur allt sprungið og maður veit ekki hvort maður verður hérna næsta ára og eftir en það kannski sýnir og speglar mest sem ég sé að í þessu málum er það til dæmis að maður áttar sig allt inn á því að eftir að hafa verið hinum yfir borðið og verið í því að þurfa að passa upp á hverja einu krónu, þá er maður ennþá í þeirri stöðu sem maður kemur hérna inn og núna passa maður upp á hverja einu og er bæði hvort að maður eigir krónur og líka þeirra annars við fáum eins og þegar flokkur færi eða og maður á að fara að taka ákvörðum eitthvað annað, þá hugsa maður alltaf er þessu ekki betur varið til að hjálpa þessu hópi heldur sem að fara að setja þetta í þetta. Og þetta eins og ég segi, þetta er samt gott að taka þetta með inn, en á sama hátt er það líka ömurlegt að skuli vera þannig þetta rosalegt bil á milli, eins og ég sagði núna bara ræðu gær á þingi að það skuli muna til dæmis að það sem það verið að mæla fyrir því að öryrkjar og almannatryggingar þegar fengju lífskjarasamningarna samsýta að þar muna bara
orðið 86.000 krónum verður það næsta sumar, núna þetta 70, rétt rúmar 70.000 og það bara sama hækkun og við þingmenn fengum og bara þingmennin sko í síðustu hækkun en ráðherrar fengu töluvert meira. Þannig að ég segi fyrir svona, ég hefði frekar viljað að þetta færi niður í þessu aftur og ég gagnrýni líka að það hefur ekki verið að hækka persónuafsláttinn, það hefur verið að lækka persónuafsláttinn, ég hefði viljað hækka til þeirra sem minnst hafa en taka hann á okkur sem hafa mest. Mér langar að þess að spyrja því að nú eru þið kannski ekkert mörg með þessu reynslu á bakinu þarna inn í Alþingi en samt einhver hvernig finnst þér svona hljómgrunnurinn, hvernig finnst þér einhver hljómgrunnur fyrir þessar raddir inn í Alþingi eins og staðan er núna? Það komið svolítið á mest á óvart var það. Í upphafi þá sett ég inn þá einföldu að hætta að skerða og skatta styrki til lyfjakaupa, bifreiðastyrki og annað fyrir öryrkja og eldri borgara og sýndi fram á það bara óíkjandi að með því að hafa þetta svoleiðis þá var fólk að tapa á því að taka við þessum styrki vegna þess að meðan var skattaður, þá var hægt að skerða keðjuverkandi út allt kerfið. Þannig að fólk var ofta að taka við kannski 15.000 skalli en tapa 20.000 skalli, sem var þetta ekki tilgangur með þessu. Ég fékk þessu breytt upphæði. Þarna voru ekki miklar upphæðir undir, en það sýndi, það sem ég tók eftir og er svolítið almennt í þinginu, er það að þeir sem hafa aldrei lifað inn í almannatryggingakerfinu, þeir hafa ekki hugmynd hvernig kerfið virkar og núna tek ég eftir því að það umræðan bæði fátækt og í sambandi við að miklu málefnalegri heldur hún var. Vegna þess að þeir vita það að þegar maður situr þarna inni og horfir beint á það að þá geta þeir ekki sagt hvaða bull og vitleysu sem er þessi málefni, heldur verða að vera málefnaleg vegna þess að annars kemur upp og leiðrétti. Og ég hef gert það algjörlega hvað til annað til þess að koma þeim sem öðrum í skildingum að öryrkjar þessi málefni eru slæm og það er búið eins og ég hef kallað þetta almannatryggingakerfi, ég kallað þetta bútasauma skrýmsli sem er búið að næra þjóðflokkur sem búið að næra og núna er búin að gera svo þetta skrýmsli svo hrikalegt að það má ekki setja krónun eins þar inn án þess að það skerði keðjuverkandi út allt kerfið og eins og ég sagði líka í ræðum í gær, ok, við skulum bara segja nú fengju öryrkjar 70.000 krónur hækkun eða almannatryggingakerfi inn í kerfið bara 1/3 og eftir skatta var þetta 40.000 krónur. En hvaða áhrif hefði þetta á kerfið? Ég sagði strax, þetta mun skerða sérstaklega húsaleigubætur, barnabætur. Ég meina, þetta verður að hafa á hreinu vegna þess að þarna erum við og þegar við erum búið að taka alla þessa hækkun af þeim sem mest þurfa á að halda. Þá erum við að gera ógagn og þess vegna verður að taka þetta kerfi á einfalda. Nákvæmlega. En ég veit að þú ert tímabundin, þú ert að fara að rjúka því. Þannig að þó við getum setið og spjallað örugglega í klukkutíma. En mér langaði þess að því að ég man ennþá þegar við fórum fyrst fyrir hönd EAPN til Brussel og við vorum öll svolítið, við höfum aldrei hist áður, við vorum að hittast í fyrsta skipti, fórum í þessa ferð og einhvern veginn bara svona var hendur djúpulaugina. Hvernig var? Kannski aðeins að minna og það var árið 2012? Var það 2012? Já, ég hef verið 2013. Svona er þetta tíminn líður. Þetta var 2012, það eru komin 8 ár síðan. Það er nálgast 10 ára afmæli, sko. Já, við förum að það verður í júníun. Já, ég verð að segja að það var mjög eftirminnileg ferð. Og sérstaklega það sem ég skal viðurkenna, ég er ennþá bara orðlaus yfir þeirri ferð að því leyti til að á hvaða stað þessi ráðstefna var haldin. Í þessari líka flottu höll með gulli og öllu. Ég hugsaði með þetta var svo absúrt miðað við þetta var ráðstefna fátækt og það maður var eiginlega vegna þess að ég segi það, maður var eiginlega kjafstopp. En þetta var mjög skemmtileg ferð og maður upplifði margt skemmtilegt og var virkilega gaman að mörgum leyti að hafa tekið þáttíðinu vegna þess og það líka sýndir mann þá allan hvað þessi Evrópusamband gegn fátækt og félagslega er að gera og þetta eins og ég segi við allar svona baráttur þetta eins og ég segi dropinn hóla steinin og við
þetta mun skila sig. Ég trúi því að því staðfestari sem að verður og því bara ákveðnari sem að berjast gegn þessu meini sem fátækt og hvað þá sáraföld að fólk á ekki neitt og við eigum að vera hérna til fyrirmyndar á Íslandi vegna þess að við erum í kjör aðstöðu til þess að sjá til þess að þetta sé ekki gildi ekki hér og ef við sjáum til þess þá það bara það fyrir alla hina að fylgja eftir. Við erum svo fámenn þjóð að við eigum alveg að geta séð þetta sjálf og komið vekk fyrir fátækt. Já, náttúrulega. Ásta, þú náttúrulega varst samhæfingarstjóri. Já. Þú stýrðir ferðinni þarna. Já, ég var nýtekin við þá, nýkomin til starfa hjá EAPN og var hent í djúpu laugina, sagt að ég ætti að sjá þetta sem nýr National Coordinator og það var mjög stressandi því að ég vissi ekkert meira en því hvað við vorum að fara út í. En þegar maður horfði tilbaka, þetta var svo gríðarlega valdeflandi ferð, þetta var svo mikil upplifun og einmitt eins og segir Guðmundur það að það tekið á móti mann í svona stórri höll og það allt svo fínt og flott og hóteli fínt og þetta var allt svo grand og þá kom strax þessi hugsun býttu akkur að eyða peningum í þetta og þá var svo gott að fá svarið var að við erum alveg jafn mikil svirði og allir aðrir í samfélaginu. Þannig að af hverju ekki að gera vel fyrir þennan hóp og leyfa honum að upplifa virðingu og reisn og meðan á þessari ráðstefnu stendur. Já, svo megum við ekki gleyma því sem var eitt af mesta upplifun líka í þessari ferð var það að við ætlum að fara að mótmæla fátækt fyrir framan höfuðstöðvar Evrópusambandsins og þessu skelfing losni stór hluti af þeim gestum sem voru þarna yfir því að það var ekki búið að fá leyfi. Ég held aldrei orðið eins álus æfina að fá leyfi fyrir að mótmæla. Nei, maður fær ekki leyfi, maður fer bara að mótmæla og við örkum helmingur hópnu í gegnum lestarkerfi á staðinn án þess að bara pæla í því og þetta var svo eftir á þá sá maður hvernig fólkið elvdist og fannst þetta alveg gegn að átta sig allt í náði að þetta var ekkert rosalegt mál. Þú þurftir ekki að vera með heiminn eða fá leyfi eða byggjum að fá að mótmæla fyrir framan, fátækt fyrir framan Evrópusambands húsið. Við bara gerðum það og þetta sýndi okkur hvernig við Íslendingarnir hugsuðum. Við vorum kvarla ekki að okkur að fara að hætta við þessi mótmæli. Og þetta stóðu líka mjög vel upp úr vegna þetta hefnast virkilega vel. Þetta fremst með borða örgjabandlæs, hvað stóð það? Jú, eitt samfélag fyrir alla. Akkurat, það var frábært. Já, ég man þið Ásta fóru fyrir okkar hönd. Ég man nefnilega var heilmikil hlaup strax eftir matinn og ég hafði fengið eitthvað í magan, þannig að þið fóruð fyrir okkar hönd. En ég man nefnilega eftir því, við getum kannski grafið upp myndir til að setja með. Já, við þurfum að gera það þegar við vorum þarna í frontinum alveg hreint með borðan. Með borðan. Já, ég man eftir, ég var mjög stolt að sjá ykkur þegar ég sá myndirnar. En það er eitt í viðbót sem ég kannski vil bæta við þessar ferðir er að með okkur eru náttúrulega þarna, fólk bara beinlinis úr fátæktar aðstæðum frá öllum Evrópulöndunum, frá 32 Evrópulöndum. Og einmitt, við vorum að hitta þarna, fólk sem að bjó á götunni, þarna voru heimilislausir, þarna var rómafólk, og þetta er svo fjölbreyttur hópur sem mætir. Hvernig fannst ykkur svona í þessari fyrstu ferð að hitta svona fólk? Já, það var mjög, það var svolítið sláandi líka vegna þess að þegar maður heyrði aðstæður fólk þá fór maður að hugsa, maður getur nú ekki kvarta svo sem en það er bara ekki rétt. Við getum, aðstæður eru mjög, svo ég segi það er ekki mjög auðvelt að vera á götunni á Íslandi vegna þess að, og það er eiginlega gjörólegt við að kannski að vera í götunni í Suðurlandum en að vera á götunni er slæmt allstar vegna þess að þetta er gífurlega áhætta sem þetta fólk er í og það er eiginlega ömurlegt til þess að hugsa að við skulum verið þeirra en það vil þó allavega reyna að bæta hér heima að koma þessu fólki í húsnæði
sem betur fyrir það að takast að einhver leyti, en eins og ég segi, þá eigum við núna að vera öllum við að berja sér því að sjá til þess að enginn sé á götunni hérna og enginn sé í fátækt, og þá held ég að við, og það bara markmið, og ég að vona það svo heitt að innilega að næsta ríkisstjórn sem tekur við geti til dæmis umturnar almannatryggingakerfinu og sé til þess að það sé enginn sem þurfa að lifa við fátækt, þannig að það á að vera mjög auðvelt og að sjá til þess, mjög. Akkurat. Það var líka þetta sammannlega sem var svo gott að upplifa á ráðstefnunni úti, að hitta fólk frá öllum þessum löndum og finna að þau skildu alveg hvað varst að tala þau þekkja sömu niðurlægingunum, þau þekkja þetta allt saman og þá verður maður, þú veist, mann finnst maður oft vera svo einn í þessu heima að því að það þú ert bara einn í þínu horni, en þarna upplifir sko fjölda fólk sem maður veit alveg upp á hár hvað varst að tala og í sömu sporum, þannig að það gefur svo mikla samkennd. Akkurat. Og þetta svo hérna heima að það skulle ennþá vera næri milli 6 og 10.000 börn sem lifa í fátækt, sem auðvitað, sko, eins og ég kalla alltaf þjóðarskömm, vegna þess að það auðvitað, við erum að bæða brjóta stjórnarskrána og mannréttindasáttmála með því að hafa þessum hlutinu svona, og sérstaklega erum við að brjóta þetta vegna þess að við þurfum ekki að hafa þetta svona. Það eiginlega sorglegast, og svo þetta alltaf dusta ríkið af þessu fyrir hverja kosningar til þess að segjast alltaf að breyta þessu og við þekkjum það bara hreinlega í þeirri furðulegu stöðu sem með krónum og krónuskerringarna til dæmis. Þær fóru inn í 65 á móti krónu, en svo leiður þeir búin að því þá byrjar að búa til aftur krónum og krónuskerringar hjá eldri borgurum út af búsetu. Og skilja öryrkinn eftir í því dæmi, eins og ég var að mæla fyrir því frumvarpi á þinginu í gær, þar sem að búsetuskerðingar verður algjörlega teknar af bæði hjá öryrkjum og eldri borgurum, en það sem var furðulegast að við í góðmennsku sinni við eldri borgurana, þá settu þeir inn 90% af lágmarksframfærslu og krónum og krónuskerðingar eftir það. Og ég spurði, þetta bara 90% ríkisborgarar? Hvað í gangi? Og þeir kórunuða með því að segja, ef þeir ættu meira en 3.999.999, þá þeir bara algjörlega, þá þeir að sjá sig. Og ég spyr, og svo var það annað, og þetta var verið að samþykkja núna bara í vor, og það að ef þeir ætla að fara úr landi í meira en 90 daga, þá verður þeir að tilkynna sig, og ekki nómið það heldur makinn á að tilkynna líka ef viðkomandi að fara út. Þannig að þá missa öll réttindi. Ég meina, hvað erum við á 2020 eða erum við eitthvað starf 1800 eitthvað? Já, akkurat. Það þetta stanslausa eftirlit með fátæku fólki. Já, þetta eru 3 flokkar sem hafa af þessum 4 flokkum sem voru að samþykkja þetta bara í vor. Já. Já, það líka eitt þessi tilfinning alltaf í öllu, þá einhvern veginn fyrirfram gert ráð fyrir því að það sé verið að svindla á kerfinu. Það ekki verið að skoða hvort það sé raunhæft, það alltaf bara kerfið einhvern veginn byggt á því alveg bara frá upphafi að það verði svindla á því. Þannig að það fæm okkur eiginlega að glæpa með svona fyrirfram. Já, ég var spurður að séu Kastlas á sín tíma eins og ég sagði, ef einhver svo illa skoppinn að hann vill svindla sig inn í þetta kerfi, þá hann svo veikur hann á að heima í þessu kerfi. Og ef einhver á heima þá það hann. En það eitt sem ég langar að spyrja. Hefur það eitthvað verið rætt á Alþingi að nú Tryggingastofnun að sem sagt, hvað ég segja, dæma fólk til 50% örorku eins og starfsgetumati hafi verið komið á sem ekki búið að samþykkja og hefur ekki verið komið á, og þegar að fólk fær 50% örorku frá Tryggingastofnun að þá því í rauninni ítt út af vinnumarkað sem ekki til. Það ekki til þessi hlutastörf til þess að taka við þessu fólki, þannig að það í rauninni dæmt til þess að fá 50% örorku og fá svo framfærslu sveitarfélaga. Þannig að það svolítið verið að ýta vandanum yfir á sveitarfélögin, og við vitum að sveitarfélögin eru mjög í stakk búin að takast á við þetta, upphæðir eru svo gríðarlega mismunandi, þannig að þetta er mjög erfitt fyrir fólk að lenda í. Hefur þetta eitthvað verið rætt inn á Alþingi? Þetta var rætt og rætt í sérstaklega í þessari nefnd endurskoðun almannatryggingalaga sem síðan endar með því að það átti að tróða þessu starfsgetumati upp á. Ásmundur félags- og barnamálaráðherra, hann búinn að boða að það komi eitthvað í sambandi þetta mál á vorþingi
En þetta meinið vegna þess að þetta kerfi svolítið, ef þú fær 49% mat hjá Tryggingastofnun ríkisins, þá ertu ekkert inn í kerfinu, sko, þá farðu einhvern bara mestalega einhver smá styrk og síðan aftur bara út á guð og gatti. Og það sem þetta líka skelfilegt, eins og ég segi, bæði fyrir öryrkja í búsetuskerðingunum sem hafa kannski að fá 40-50.000 krónur á mánuði og eru giftir, og ef þú ert með maka sem hefur eitthvað tekið, þá farðu ekkert frá félags. Þannig að þetta verið að búa til vítahring, og þetta ömurlegt vegna þess að þetta ekki svo stór hópur sem inn í þessu, og þetta kostar ekki mikið fyrir þjóðfélagið að leiðist þetta, og þess vegna þetta svo illa gert. Þetta verið að búa til einhverja sem láta það að vera í sárafátækt sem algjör óþarf. Og komið, og mér finnst líka eins og ég sagði í sambandi búsetuskerðingu þegar það leiðist það fyrir aldraða. Ég meina, akkur í ósköpunum var ríkisstjórnin tilbúin að eyða 50 milljónum í kerfið, þess að búa til nýtt kerfið þess að geta reiknað út 90% og 40 milljónum eftir það. En það hefði kostað 15-20 milljónir að hafa þetta bara 100%, og þá hefði sparað sér stóru upphæð með því að vera hægt af þessu skerðingum og leyfa fólki bara að fá og fara inn í þetta kerfi sem var búa til. En þeir voru tilbúin að borga fyrir að niðurlaga fólki í þessu. Og hvernig líður fólkinu í þessum aðstæðum? Því líður eins og sem það hegnaði. Já, en eins og ég sagði, samt voru þeir í góðmennsku sinni að rífa samt marga úr kannski 50-60 upp í 200.000 krónur tæpar, en þeir gátu ekki fara allar leið. Það var einhvern veginn að samt einhvern veginn að niðurlaga viðkomandi eitthvað að hluta, 10%. En já, eins og ég segi, þá þurfum við að fara að ljúka þessu af því að þú þarfst að fara á annan fund. Já, þannig byrja að hringin. Þetta svona, maður leipur, en sem betur fyrir þetta, auðveldar mann lífið núna, þetta Zoom-fundir. Já, einmitt. Auðveldar mann, það maður áður þess maður að fara kannski bæina enda eða út fyrir borgina, en núna sleppum maður bara í tölvuna. Já, setjum maður í einu sæti bara og talar. En ég vil bara segja lókum, gangi ykkur bara vel í barnstöðu 17. október, ég vona að ég geti tekið hann upp og verið með eitthvað umræðu það í þinginu næstu viku til að minna á daginn, eitthvað það veitir ekki að minna á hann inn á þingi. Já, takk innilega, við verðum í sambandi við þig. Takk, og ef það eitthvað þá bara hafið sambandi, ekki málið, og láta mig vita ef þið viljið fá ykkur upplýsingar eða ég get eitthvað aðstofað í ykkar barnstöðu. Takk fyrir. Kærar þakkir. Takk.